Fjarðarveitingar veisluþjónusta kemur með matinn til þín. Vélhjólaklúbburinn Drekarnir nýta góður í þessi dagana til að viðra hjólin. Ég ætla að fá að kíkja hérna ferð. Þetta Vélhjólaklúbbur Austurlands, Drekar. 12 ára gamall félagsskapur. Stofnaður með það göfuga markmið að stuðla að sem mestri samstöðu bifhjólafólks á Austurlandi. Félagatalið telur einhverja 120 manns eða þar um bil. Kannski helmingur af því sem getur talist virkur. En við svo sem ég get ekkert fullyrt að það séu allir endilega félagsmenn sem eru hér. Við erum þessi della, hún er bara eins og hún er og við löðumst svolítið hver af öðrum. Þetta með sjálfstæði bækarinn, þetta rebel sem allir halda að sé, sko. Við erum, það er gríðarlega mikið hjarðeðli í okkur. Þannig að þar sem stoppar mótorhjól, þá kemur skömmu seinna alltaf annan mótorhjól. Hópurinn sem hittist á Reyðarfirði þennan dag var á besta aldri. En hvernig nýliðunin? Nýliðunin, hún er nú kannski ekkert stórkostleg. Það svona aðalega, nýliðun í eldri mönnum, sko. Skilyrði til þess að vera félagsmaður er það að menn þurfa að vera komnir annarkvort til vits eða ára. Ef þið lítið nú yfir hópinn, sko, þá erum við flestir allavega komnir til ára. Það verða aðrir að dæma hitt, sko. Það er náttúrulega nýliðun í mótorhjólamennskunni í svona öðrum afkímum heldur en þessum og þá sérstaklega eins og í motocrossi og enduro og svoleiðis. Og okkur er það mjög kært líka. Við höfum enga fordóma fyrir því hvað menn gera í sinni mótorhjólamennsku. Hvort að menn vilja keyra í hringi í drullugrifju einhvers staðar eða vera bara heim í skúr og panta króma aukahluti af internetinu og reyna að búa til úr mótorhjól. Þetta er allt mótorhjólamenn. Þú þykir væntið á alla. Hjá Högna er þetta fjölskyldusport. Kona mín sá sæng sína strax útbreyta í þessu. Við myndum aldrei verða viðvarandi par nema hún dytti inn í þetta líka og hún tók delluna alveg að fullum krafti líka. Þetta er ekkert meira karlasport en kvennasport? Síður en svo. En hvernig er kynjaskiptingin og aldursskiptingin í þessu? Er hún einsleit? Kynjaskiptingin er konunum svolítið óhagstæð, sko. En það eru þá bara þeim mun öflugri þessar konur sem eru. Eru menn að reyna að draga börnin sín í þetta sport líka? Já, menn dellan er oft, hún byrjar þar og flestir byrjuðu þar þessi kallar að vera með svona dellu þegar vorum svona börn og unglingar, stráklingar. Og mjög gjarnan eru farþegar. Það sé nú minnst okkur ein ung dama farþegi hjá okkur í dag. Sonur minn, hann var mjög gjarnan farþegi með mér framan að, sko, þangað til að honum þótti það ekki nógu cool lengur. Elísabeth Líf er 16 ára gömul og kom frá Neskaupstað með pabba sínum. Hvaðan kemur þessi áhugi? Ég fæ þetta bara allt frá pabba. Og hann búinn að vera lengi í þessu? Já, alveg síðan ég man eftir mér, sko. Þannig að þú hefur farið mjög ung fyrsta rúndiðin á hjóli? Já, ég held það, sko. Getur ég man ekki eftir. Nei. Og ætlað þú að taka mótorhjólpróf? Ég held það. Hvernig að þú mætti velja rétt hjól í dag, hvernig hjól myndir þú fá þér? Ég held ég myndi fá mig bara Harley Davidson. En hvernig er þið svona þín draumaferð? Ef þú mættir setjast upp á hjól og ráða þig hvað þú myndir gera, hvert myndir þú fara og hvað myndir þú gera? Ég myndi fara til Ameríku. Taka Route 66? Já, bara fara ströndina og svona. Það getur oft verið púsluspil að ná mönnum saman þegar starfsemin er allt Austurland. En hittast þeir á ákveðnum tímum? Já, við reynum nú svona að hittast. Við erum svona með fastan hitting einu sinni í viku á miðvikudögum. Og hann nú segist eins og hann er yfirleitt langlíflegastur svona á vortímanum og svo aftur á hausttímanum eftir að grunnskólarnir byrja. Þú veist, megnið af þessum hópi eru náttúrulega fjölskyldufólk og hafa svona öðrum hnöppum að hneppa. En við erum allir orðnir býsna ákafur þetta leyti árs og komumst á stað í fyrst skipti. Það er svolítið grennda í munum. En starfsemi klúbbsins snýst ekki eingöngu að hittast og hjóla. Þetta með að vinna að samstöðu bifhjólafólks í sem víðustu skilningi á Austurlandi, þá hefur við látið okkur öryggismál bifhjólafólks varða og í því sambandi við rekum öryggisnefnd innan klúbbsins og höfum verið mikið í átt samtöl og funda reglulega bæði með vegagerð og bæjaryfirvöldum. Okkur er mjög annt það og það þarf stöðugt að vera að ýta hlutum að þar.
að sinnt sé viðhaldi á vegum, að sinnt sé merkingum á þar sem að fara fram vegaframkvæmdir og slíkt. Þannig að við erum að vinna svona gott starf þar að við viljum meina. Hvaðan kemur nafnið á félaginu? Sko, upprunalega var klúbburinn skýrður vélhjóla klúbbur Austurlands, þannig að við vorum stórhuga, en svo vildum við einkenna okkur meira og þannig kemur vélhjóla klúbbur Austurlands Drekar og það er sjálfsögðu tilvitnun í landvætt Austurlands. Hvað er það sem er mest heillandi við þetta sport? Ég verð náttúrulega bara að tala út frá sjálfum mér og þá ég líti á það er þetta með frelsið og þetta að hitta aðra sem eru með svipaðar dellur. Og stundum held ég þetta gangi svolítið út á það að komast að eitthvað versta kaffið fæst sko, því að við rúndum alltaf svona á milli bensínstöða eins og það tekið eftir sko. Og bensínstöðakaffi er heilt yfir ekkert voðalega gott sko. En það er voðalega erfitt að segja, þetta er bara ekkert neitt, maður laðast að þessu og maður hangir í þessu áfram. Fyrst áhugin fyrir þessu? Ég hef ekki náð upp á borðið hérna sko, þá þegar það byrjaði sko, bara smástrákur sko. Og þá bjó maður sér til boga úr öllu sem maður fann sko, gömlum bambus og rörum og lék sér mikið með þetta sko, reyndi að veiða þresti í garðinu hjá nágrönnunum og svona. Já, Haraldur Gústafsson er maðurinn sem kom bogfimideildin innan Skotfélags Austurlands að stað árið 2013 og í dag æfa þar 6 manns að staðaldri. Það er ofslega margir búnir að koma í gegn, margir komið inn og kynnt sér þetta aðeins. Það er voðalega fáir sem hafa haldið áfram. Og það skilst mér að sé svipað og er bara annars staðar á landinu, sko. Prósentulega séð, sko. Ég veit það ekki, þetta er kannski ekkert íþrótt fyrir alla eða sem höfðar til allra, sko. Maður finnur svona mikinn áhuga og mikinn stuðning og mikla hvatningu alls staðar í samfélaginu. Keppendur deildarinnar stóðu sig vel á Íslandsmótinu innanhús sem haldið var í Reykjavík í mars og komu heim með 2 gull og 1 brons, en bronsið vann Haraldur í opnum flokki í ólympískum sveigboga karla. Árangurinn hjá okkur í bogfimideild skausti hefur verið bara mjög góður, sko. Við höfum verið að standa okkur bara mjög vel á mótum. Og svo náttúrulega bara sem þjálfari en ekki keppandi þá finnst mér mjög gaman að sjá bara hvernig tækni og árangur þeirra sem að skjóta hjá okkur er svona smá saman alltaf að bæta sig. Þetta er mjög tæknileg íþrótt. Það var einhver sem sagði það að bogfimi væri sem sagt listin að endurtaka og það er svolítið til í því. Maður þarf að ná réttri tækni og maður þarf að geta endurtekið henni í hverju einasta skoti. Þetta gefur mér alveg helling. Fyrir mér þá er að skjóta boga, þetta er svona eins og hugleiðsla. Maður fer eiginlega inn í sjálfan sig og fyrst þegar maður byrjar þá er maður að hugsa allt. Maður er að hugsa hvernig maður dregur upp, hvernig maður sleppir rörinni og hvernig maður heldur boganum, hvernig maður stendur. En svona þegar sá grunnur er kominn þá getur maður eiginlega bara týnst í sjálfan sig meðan maður er að skjóta, sko. Það er voðalega gaman, voðalega gott. Ég er alltaf miklu rólegri og yfirvegari þegar ég kem heim á bogfimæfingu heldur en áður ég fer á ávarna, sko. Nú ertu að fara að skjóta. Hvernig berðu þið að? Maður byrjar bara að koma sér vel fyrir yfir línunni og þannig að maður sé svona nokkurn veginn beint í línu við skotmarki sem maður ætlar að skjóta á. Svo tekur maður rörina, setur hann á streng. Nær góðu og réttu gripi á strengnum og á boganum sjálfum. Svo læsir maður skotmarkið inn í, lyftir boganum, passa að lyfta olnboganum alveg í rétta hæð. Dregur strenginn alveg upp að andliti. Miðar og sleppir. Þetta er svona einföldunin á skoti. Guðný Greta sigraði í opnum flokki í ólympískum sveigboga kvenna á Íslandsmótinu en við hittum hana þar sem hún var að æfa sig að skjóta á gamla íþróttavellinum á Eiðum. En hvernig kviknaði áhugi hennar á sportinu? Já, þetta er bara búið draumi sem ég var barn, held ég. Strákarnir voru að gera sér boga og þá langaði mig líka í boga. Svo er pabbi náttúrulega annarlega veiðimaður en
Ég var svo hrædd við riffla og skot og svona, þannig að ég vissi það myndi ekki heyrast neitt svona mikill hávaði í örinni. Svo fékk ég hérna námskeið í jólagjöf og þegar ég var búin að fara námskeiði þá var ekkert aftur snúið, keypti mér þá svona byrjandaboga og átti hann þangað til í febrúar á síðasta ári. Þá fór ég á mitt fyrsta mót og þá bara var ekkert aftur snúið og þá pöntuðu við, eða baði ég Harald að panta þennan hérna boga sem ég á núna, sem mun flottari og tæknilegri. Það ekkert aftur snúið þegar maður byrjar á þessu, þetta er það skemmtilegt sko. Hvað þarf góð bogfimiskítt að hafa til brunns að bera? Ég myndi halda að þú þarft að vera með töluverðan sjálfsaga og styrk, af því að þú þarft bæði að hafa krafta til að draga upp bogann. Einbeitir að því að hver einasta hreyfing þarf að vera skipulögð sko. Þegar að, hugur og hönd fara saman, þá átt að geta hitt svona kirsuberjatómat á 18 metra færi. Og vita það að þú dregur upp bogann trekk í trekk 30 sinnum og átt að geta hitt, segjum tómat ef þú ert virkilega góður í bogfimi. Það töluverð áskorun og þegar það tekst það ofsalega gaman. En ég meira svona í eplunum en þá, ef maður hafa myndlíkingu. Haraldur og Guðný Gréta hafa unnið sinni rétt til að keppa á smáþjóðaleikunum sem haldin verið í San Marino næstu mánaðamót, en það gerði þeim með því að hafna í einum af 3 efstu sætunum í stigakeppni á Íslandsmeistaramótinu utanhús í fyrra. Þar munu þau keppa bæði einstaklingskeppni og liðakeppni á 70 metra færi. En hvernig hefur Guðný Gréta undirbúið sig fyrir leikana og hver eru markmið hennar fyrir þetta ævintýri? Markmiðin að hitta á skotmarkið þann úti. Það nægilega erfitt markmið fyrir mig af því að þetta kom eiginlega upp á svona 2 árum og snemma því ég búin að vera svo stutt í þessu. Ég eiginlega bara búin að æfa undir handleiðslu þjálfara bara í 1 ár. Þarna úti skotið á 70 metrum og það töluverð áskorun að hitta á skotmarkið á 70 metrum. Því þá vindurinn og vegalengdin, þá verður dreifingin á örvunum miklu meiri, býst ég við sko. Og Íslandi náttúrulega ofsalega erfitt að undirbúa sig af því að það annarkvort svo kalt eða þá vindur, þannig að ég eiginlega ekki búin að æfa mig nógu mikið utanhús sko. Þorsteinn Ívan Bjarkason frá Egilsstöðum bætti Íslandsmetið í bogfimi verulega á Íslandsmótinu í flokki undir 15 ára. Hann var hástökkvari mótsins og sló fyrra Íslandsmet frá árinu 2013 með miklum mun eða heilum 30 stigum. Fyrir 3 árum síðan þá fór ég á æfingamót, það var sumarátið hérna á Egilsstöðum og þá var svona verið að prófa boga og svoleiðis og ég ákvað að fara að prófa. Það var rosa gaman og fekk svo svolítið áhuga og svo fór ég aftur árið síðar og þá keppti ég á svona fínu móti og það var rosa gaman líka og þá fekk ég alltaf bara svona lista þannig að mér langaði bara að fara þannig ég fór bara á æfingar og byrjaði bara. En hvað svona heillandi við þetta sport? Bara það svo rólegt og svo mikið skemmtilegu fólk í því það er allir vinir, það enginn svona sem eitthvað rosalega leiðileg við alla eða það hjálpar þér alltaf einhver eða eitthvað svona. Hvað skýrir þennan góða áranguðinn á svona stuttum tíma? Það bara vegna þess að ég með svo góðan þjálfara og hann lætur mig skjóta á lengra færi en ég að keppa á, þannig að það var svona og bara kennir mjög vel og fær mér bara til þess að stíga skrifinu lengra og þá bara gengur maður miklu betur. Og þannig bara ná maður árangri bara, svo æfum maður sér bara og þá er það bara allt í lagi. Bjóstu við þessu þegar þú fórst til Reykjavíkur daginn? Já, ég átti alveg von á því vegna þess að það var svona, það stemdi í það. Því að maður var búinn að skjóta á æfingum og þetta stemdi allt í það sko. Haraldur hefur tröllatrú á Þorsteini. Og hann bara búinn að vera að bæta sig jafnt og stöðugt alveg síðan hann byrjaði. Bara svo ég vitni í hann sjálfan sko, hann segir það í lok, núna í lok veturs eða í sumar þá ætlar hann að vera orðinn betri en ég sko. Fínt að hafa svona takmark. Heldur hann náði því? Það getur bara alveg gert sko. Hann er að nálgast með skuggalega mikið. Þá þetta komið okkur í kvöld. Við verðum svo með föstudagsþáttinn í næstu viku, þannig að endilega fylgist þið með okkur. Verið þið sæl.
Fjarðarveitingar veisluþjónusta kemur með matinn til þín.